much older than me.
Góða kvöldið. Velkomin á Morfís. Ég heiti Kolbrún Kolbeinsdóttir og ég er fundarstjóri kvöldsins. Umræðuefnið í kvöld er hlutleysi, kvenna með og MK á móti. Nú ætla ég að bjóða lið Kvennaskólans inn í sal.
Núna ætla ég að bjóða lið Menntaskóla í Kópavogi inn í salinn. To the sound of the beat, yeah. Jæja, núna ætla ég að bjóða liðsstjóra Kvennaskólans upp í pontu. Og ekki fara þetta alveg strax. Og ég fara þetta núna þetta er... Fundastjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég heiti Aron. Nei, ég er bara aðeins að fundir í ykkur. Ég heiti Alex og ég á við vandamál að styðja. Ég þekki ekki muninn á sprengideginum og búllideginum. Meira þangað. Í morgun vakti ég kjartan nágranna minn. Þegar raskjallan og öskraði. Sprengja, sprengja, sprengja! Svanni. Í liðinu mínu eru miklu meistarar. Í fyrri umferð er frumvarnandinn Erlen Ísabella Evudóttir. Meðmælandi Gabriel Leo Ívarsson. Og síðast en ekki síst Aron fucking Kalla.
Patrik er frummælandi, Aron meðmælandi og Erlend stuðningsmaður. Sjálfur heiti ég Alex og er liðsstjóri Kvennaskólans hér í Goðdal. Nú býð ég liðsstjóra MK upp í pontu. Kóngurinn, ready to ever do it! Halló, sætu skvísur. Hvað segir gott? Er ekki allir sexy og sætir og blessaðir og með blæti? Ég hef ekki nýtt þessa morfinsöku neitt, eins gott. Því krakkandi voru mjög duglegir og ég fekk bara samviskubit. Ég var bara í ping-pong og leggja á minnið besserwisser-spurningarnar. Ég sótti til dæmis vinnu í mjólkursamsölun á Akureyri og ef ég fæ starfið þá er ég að pæla annarkvort að gerast innbú á Hornastrætum þar sem ég á einn óskilgetinn lausakráa eða gerast hótelstarfsmaður á Hvanneyri. En hérna, mér langaði að segja ykkur sögu. En þjálfarinn minn sagði mér að ég mætti það ekki af því þetta er svona þannig saga að hún þarf eiginlega að vera sögð á dönsku. Og það kann engin dönsku nema ég. Ekki einu sinni Danir kunna dönsku eins og ég. Ég kann betri dönsku en allir aðrir, jafnvel betri dönsku en Mads Mikkelsen. En jæja, ætli þið þurfi ekki að kynna þessa blessa cowboy pönduli. Ég segi pönduli því þau eru svona svarthvít eitthvað. Ekkert persónuleiki þeirra, þar sem þau eru mjög litrík, ég er bara litblindur. En frummælandinn kominn á klakann beinustu leið úr stemningshólunum og bleysan bakarspartíum í Belgíu. Hún er fingraleipur, það veit enginn hvar hún geymir puttana. Þið fattir brandarinn eftir augnablik. Það er engin önnur en Freyja van de Putten! Meðmælandinn okkar, handboltastrákur sem kann ekki að kasta, hann er mislanga fætur, ekki bara mislanga fótleiki, heldur mislanga fætur, en hann þarf alltaf að kaupa 2 pör af öllum skóm. Hann er closeted. Sjálfstæðismaður eða framsóknarmaður, ég er ekki viss, ég veit ekki neitt, það er engin annar en Nökkvi Bigla Gunnarsson! Stuðningsmaðurinn okkar, a love child undan Elijah Wood og kokksins á Yuzu. Hann er harðakjarna cowboy, hann keyrir á handónýtum Jimmy og er reglulega stoppaður í random check af löggunni. Það er engin annar en Eli Tómas Guttorm! Og ég heiti Hrafnkell, kallaður Keli, og ég elska að kela og er liðsstjóri. Nú er næst upp í pontu frummælandi meðmælanda. Afsakið, kann einhver í Kvennaskólanum á skjávarpan hérna?
Winkers! Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Í kvöld ætlum við að ræða hugtak. Hugtak sem margir hverjir þekkja vel en er einhvern veginn bæði mjög einfalt en líka smá flókið á sama tíma. Hlutleysi. Þetta er eitthvað sem við þekkjum öll en þó kannski frekar takmarkaðri mynd. Við hugsum nefnilega fyrst og fremst hlutleysi á einn veg, sem afstöðu í stórum pólitískum ágreiningsmálum. En það er ekki hægt að einskorða hlutleysi við þennan mjög svo takmarkaða málaflokk líkt og mig grunar að MK muni reyna að gera í kvöld. Hlutleysi er miklu stærra hugtak en það. Málið er að það er nefnilega sjálfgefið í svo gríðarlega mörgum tilfellum. Mér er sama hvaða hljómsveit vinnur músíktilraunir. Mér er sama hvort Lína bekkjarsystir mín ætlar á Dale Carnegie námskeið eða ekki. Og mér er drullu sama hvort að fólk stígi fyrst í vinstri og svo í hægri eða í hægri og svo í vinstri. Þetta er frekar sjálfgefið. Mér er bókstaflega alveg sama. Ég er ándjóks alveg hlutlaus. Þetta er ekki eins og sterkustu dæmin sem ég get nefnt varðandi sjálfsagt hlutleysi. Við gerum nefnilega sjálfgefnar en sterkar kröfur til samfélagsins eða yfirvaldsins hlutleysi. Samfélagi stenst því miður ekki alltaf þessar kröfur en þær verða að vera til staðar. Við gerum kröfu til fjölmiðla hlutleysi, við gerum kröfu til viðbragðsaðila hlutleysi og við gerum kröfu til dómskerfisins hlutleysi. En ef þetta er einfalt fyrir ykkur, þá skal ég gera þetta þess flóknara. René Descartes, sem bæði er kallaði faðir nútíma heimspeki og faðir nútíma starffræði, fjallaði mikið hlutleysi í skrifum sínum. Hann setti fram að hlutleysi var ekki alltaf besta eða upplýstasta ástæðan, en væri samt mikilvægasta ástæðan, þar sem það þyrfti að vera möguleiki á henni. Descartes setti fram svokallað afstöðukerfi. Kerfið þetta er einfalt, en líkt og hann benti á endurspeglar það hversu mikilvægt það er að tala ekki með raskaðinu. Hann skipti afstöðum í 4 flokka. Óupplýst hlutleysi, óupplýsta afstöðu, upplýst hlutleysi og upplýsta afstöðu, líkt og þið sjáu hér á glæranum. Skiljið þið eitthvað hvert ég er að fara? Ég skal útskýra þess betur. Óupplýst hlutleysi er þegar ég veit ekkert tiltekið málefni og ákveð að vera hlutlaus því ég veit hreinlega ekkert það. Óupplýst afstaða er þegar ég veit ekkert tiltekið málefni en ákveð samt að hafa skoðun á því. Upplýst hlutleysi er síðan þegar ég veit eitthvað málefni en er þrátt fyrir það hlutlaus og að lokum upplýst afstaða þegar ég veit eitthvað tiltekið málefni og hef skoðun á því. Í kvöld mun MK láta eins og fyrstu 2 flokkarnir séu ekki til. Þau munu láta eins og við séum alltaf fullkomlega upplýst. Við vitum öll að það er ekki raunin. Ég veit ekki neitt óeirðirnar á Austurvelli 1949 og því hef ég enga skoðun á þeim. Kannski mun ég mynda mér sterka skoðun á þeim ef ég kynni mér þar eitthvað, en eins og staðan er núna er einungis réttlætanlegt fyrir mig að vera hlutlaus. Descartes benti á þetta. Óupplýst afstaða er alltaf óréttlætanleg afstaða. Þeir hljóti að sjá hversu óskynsamlegur hóll MK-liðsins er. Þau mæla með því að fólk hafi skoðun á fyrirbæri áður en það kynni sér. Mér þykir leiðilegt að segja það, en þau eru eiginlega bara að mæla með fordómum. En líkt og ég er búin að koma inn á þá munu þau reyna að einskorða umræðuna við upplýst hlutleysi og upplýsta afstöðu. Takið eftir, það er samt líka mikilvægt að mæla með upplýstu hlutleysi. Ef ég og Nökkvi ætlum að horfa á Netflix saman og hann spyr hvort viltu horfa á Seinfeld eða Lawrence of Arabia? Mér er alveg sama, ég er mjög gamla báðum, segi ég, fullkomlega meðvituð kosti og galla beggja valkosta. Þú verður að velja, svarar hann. Pælið hvað það er skrítið.
Hann fari bara í fílu vegna þess að ég vil ekki velja á milli. Þá yrði ég hlutlaus. Síðan eitt sem við verðum að hafa á hreinu. Umfjöllunarefni kvöldsins ekki verum alltaf hlutlaus, heldur hlutleysi. Umræðan varðar því réttlætingu á þessu fyrirbæri. Við í Kvennaskólanum viljum meina að hlutleysi sé réttlætanlegt og mikilvægur þáttur í samfélagi manna. MK-ingarnir verða hins vegar að bera rök fyrir því að hlutleysi sé óréttlætanlegt. Þau verða að segja að hlutleysi sé bara ekki í lagi. Umræðan í kvöld snýst ekki einhver stök mál og afstöðu okkar til þeirra. Þetta snýst ekki hvað mér, Erlen Ísabellu, finnst Orkupakka 3, Orkupakka 4 eða kattahald á Akureyri. Kópavogur mun ekki bera sigur úr býtum í kvöld með því að krefja okkur afstöðu og segja svo haha, þið eruð ekki hlutlaus. Þið hljótið að átta ykkur á því hvað þetta heimskulegt og ég vona að þið sjáið af ykkur. Góði gestir, þó svo við mælum með hlutleysi, þá þýðir það ekki að við getum ekki tekið afstöðu. Auðvitað tökum við afstöðu í ákveðnum málum eins og í umræðinu sjálfri hér í kvöld. Það sem við í Kvennaskólanum höfum hreinlega að segja að það verður að vera möguleiki á hlutleysi. Án þessa möguleika deyr öll málanefnileg umræða ef ég neyðist alltaf til að hafa skoðun á hlutunum, jafnvel þó ég veit ekki neitt. Þetta liggur í augum uppi. Annars verður heimurinn bara svarthvítur. Erlen talaði í 4 mínútur og 52 sekúndur. Næstur upp í pontu frummælandi andmælanda. Sæl Freyja. Hæ? Hvað finnst þér aðild íslenska lýðveldisins í Evrópusambandið? Hvað finnst þér afstöðu íslenska ungdómsins til pólitískra hugsjóna til framfleytingar þjóðarvorrar? Gaur, ég í MK... Hvað finnst þér Nei, stopp! Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Hvað finnst mér aðild Íslands í ESB? Hvað finnst mér pólitískar afstöðu íslenska unglinga? Hvað í gangi? Ég veit bara ekkert þessi málefni og ég hef bara ekkert velt þessu fyrir mér. Því það ég sé hlutlaus. Shit, ég bara komin yfir á pól kvenskælinga strax í fyrstu ræðu? Nei, nefnilega ekki, kæri gestir. Sjá til, það að vita ekki ekki á sama að vera hlutlaus. Það að ég viti ekki hvort mér langi í #IceHotESB þýðir ekki að mér sé alveg sama. Heldur einungis að ég hafi ekki enn tekið mér afstöðu. Og þegar upp staðið þá hlutleysi afstaða. Eins skringilega það kann að hljóma að þá þetta jafnsatt og ég elski að klóra mér á ristunum. Málið að orðabókarskilgreiningin á hlutleysi í þversögnu sjálfa sig.
Hlutleysi er að taka ekki afstöðu, en það að taka ekki afstöðu er ákveðin afstæða út af fyrir sig. Rétt eins og skilin Auðun Kjörseli er hlutlaus afstæða. Með þessu fellur allur Páll Kvennó eins og nökkvi okkar fjall í Vestló. Af því umræðan sjálf er í þversögn. En fundarstjóri, má bjóða þér fleiri hluti sem strálfella þennan pól andmælanda. Þegar manneskja hefur kynnt sér allar hlið máls er fáránlegt að vera hlutlaus. Hinn hlutlausi neitar að taka afstöðu með eða móti neinu. Jafnvel þegar réttmæti einnar hliðar er yfirþyrmandi, er hann alfarið andvígur því að taka skref í rétta átt. Kvennskellingar eru líklegir til að koma upp í pontu og segja hvað með hlutlausa dómara, bla bla bla. Kvennó, þérna drastið ykkar. Dómarar eiga að vera óháðir. Ef þeir væru hlutlausir myndu þeir einfaldlega sleppa því að taka afstöðu. Ef dómarar væru hlutlausir myndu þeir aldrei komast að niðurstöðu í álitamálum því þeir þyrftu að haldast hlutlausir, jafnvel eftir að öll gögn hafa komið fram og með því staðnar allt. Einmitt hérna er hundurinn grafinn. Ef hlutleysi væri eitthvað sem myndum taka upp í einu og öllu, væri algjör stöðnun. Kvennskellingar þurfa að mæla með þessari ógeðslegu dystópíu þar sem allir eru hlutlausir. Þau þurfa að yfirfæra hlutleysi á allar ákvörðunartöku mannsins. Og engar áhyggjur, við skulum líka mæla á móti öllu menginu, en þegar möguleikinn er A. Hlutleysi alltaf allstaðar og B. Hlutleysi aldrei nokkurn tímann, þá er svar algjör no-brainer. Ó nei, við þurfum að mæla með heim þar sem enginn er hlutlaus, hvað skal gert? Já, fínt, það er geggjaður heimur. Hvernig hljóma framfarir á öllum sviði lífsins? Það er skárra en veröld þar sem enginn gerir neitt og allir sætta sig við núverandi ástand, sem er drasl by the way. Ef mér lifist að fara aðeins lengra með þetta, þá vil ég vekja til umhugsunar hvernig það að mæla með hlutleysi fyrir bókstaflega gegn allri siðferðiskennd mannsins. Ef þið hugsið út í siðferðiskenndin ykkar, þá fattið þið alveg að þið finnið að ykkur er ekkert alveg sama. Sama hvort það sé meðvitað eða ómeðvitað, þá hallist þið alltaf að annarri lausninni, að annarri útkominni, að einum valkostinum frekar en öðrum. Fáið þið Kvennó aldrei svona gut feeling eða skortir ykkur allt siðferðið og eru þess vegna að mæla með hlutleysi? Ég vil svar í næstu ræðu, takk. Og það er öllum sama eða hlutleysi ákvörðunartökum sem skiptir engu máli, eins og hvort þið finnst betra, epli eða banani. En í stóru málunum þá gerir bara slæmt að vera hlutlaus. Því þögnin þóknast alltaf gerendanum og afleiðingar sem fylgja því að vera hlutlaus í mikilvægum málunum eru bara grafalvarlegar. Og við erum alveg tilbúin til þess að mæla á móti hlutleysi í heilsinni, því það væri engin skaði að vita hvort manni finnist epli eða banani betri. En skaðinn í stóru mikilvægum málunum felst aðallega í því að standa ekki upp og taka ekki skýra afstöðu. Við erum alveg tilbúin til að hafa stundum rangt fyrir okkur, því það er betra heldur en að hafa aldrei rétt fyrir sér. Spurningin er Kvennó, eru þið tilbúin til þess? Og þetta er ekki eina spurningin sem við krefjum svara við frá ykkur trúðunum. Hér koma fleiri. Númer 1. Hvað haldið að gerist þegar alþýðan er hlutlaus yfir misþyrmingu minnihlutahópa í landinu? Númer 2. Af hverju eru þið svona sjúklega spennt fyrir algjörri stöðnun samfélagsins? Og númer 3. Forþóknast þögnin meira gerandanum eða þolendanum? Og smá svona would you rather? Hvort myndið frekar velja hlutleysi eða framfarir? Hlutleysi eða réttlæti? Og hvort myndið frekar velja pepperoni eða svepperoni? Oh shit, nei, ég gleymdi. Þið takið afstöðu með hlutleysi. Þið megi ekki velja á milli. Ég heiti Gabbi og ég var tekin. Góði gestir, þögnin þóknast aldrei þeim sem eiga undir högg að sækja. Hlutleysi er stór hættulegur bæði einstaklingum og samfélaginu í heild sinni. Áður en Gabbi kemur og skýtur í pontuna, biðla ég til ykkar. Ekki standa hlut og aðgerðalaus á meðan misrétti á sama stað í veröldinni. Frummælandi andmælandi
4 mínútur og 45 sekúndur. Næstur upp í pontu meðmælandi meðmælanda og 7 mínútur. Trust the process. Já, við tökum Ég er að tala um þig. Nei, ég sá þetta. Ó, þú var ekkert að bjóða mér þetta. Ok, við skringar minn hálfu. Herði, skoður. Þið sattu hér. Hér? Nei. Go!
What do we think of MCO? Yes! What do we think of Sid? MCO! Thank you! That's all right! Þú hefur 1 mínútu. Can you start this shit? Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Mér langar bara að segja, mikið rosalega þetta flottir krakkar þarna í MK. Það tekur alvöru kjark að geta alltaf tekið afstöðu í öllum málum. Já, það held ég bara besta orðið. Kjarkur. Það tekur rosa mikinn kjark. En vitið þið hvað tekur líka mikinn kjark? Að mæta hingað upp í pontu með svona þvælu. Ég meina, þið eruð ekkert eðlilega stúpid. En samt sem áður mjög kjörkuð. Nei, ok, samt svona í alvörinni. Þið hljótið að átta ykkur á því hvað það galið að ætla að mæla á móti hlutleysi. Ætlið þið að reyna að segja mér að í öllum þeim málum sem hafa komið upp í ykkar lífi hafið þið alltaf tekið afstöðu. Að þið hafið aldrei verið spurð ykkar skoðun og sagt ég veit það ekki, eða mér eiginlega bara alveg sama. Ég til dæmis reyni yfir þetta forðast að koma með komment hvaða dömubindur var hann á klósettinu í skólanum. Því þar á ég bara engan hlut í máli. Ég bara hlutlaus og það bara ekki best. Ég ætla að koma með annað dæmi. Ég svo ólánsamur einstaklingur að ég held með Manchester United. Ef ég rölti inn á sportbar í miðbæ Reykjavíkur og leikur Swansea Derby í Championship-deildinni í gangi, þá gæti mér ekki verið meira sama það hvernig sá leikur fer. Ég bara hlutlaus. Nú ég meira að segja nefna 2 dæmi þar sem mér það valkvætt að taka afstöðu eða vera hlutlaus.
Því ég gæti alveg verið á þeirri skoðun að dömubindin frá Always séu miklu betur en þau frá Carefree og kannski langar mig bara ógeðslega mikið að svo Swansea var aftur upp í efstu deild. En nei, í þessum tveimur atvikum kýs ég mér að vera hlutlaus. Nú ég búinn að nefna það hvað það stundum mikil óþarfa að taka afstöðu, en stundum það líka bara óábyrgt. Nú ég í skóla og vinnu, þannig ég hef bara ekkert nógu marga klukkutíma í sólarhringnum til þess að kynna mér öll þau málefni sem að MK vill að ég taki afstöðu til. Þetta ekki flókið. Ef við höfum ekki kynnt okkur hlutina, þá óábyrgt að ætla að tjá okkur þá. Freyja sagði að þú getur ekki verið hlutlaus ef þú hefur ekki kynnt þér hlutina. Þú getur það víst. Fyrir síðustu kosningar kynnti ég mér öll framboðin og bara mjög vel. En þrátt fyrir það hafði ég ekki neinn áhuga að kjósa neinn þeirra. Ég ákvað bara að sitja heima og horfa á Love Island frekar en að mæta á kjörstað. Kannski finnst ykkur ég ekki vera lýðræðislega meðvitaður eða eitthvað, en ég vil miklu frekar búa í samfélagi þar sem ég get verið hlutlaus, frekar en að vera neyddur á kjörstað. Freyja sagði það að vera hlutlaus í umdeildum málefnum var það sama á vilja hlið kúarans. En hvað ef ég veit ekki hver kúarinn er? Til þess að taka afstöðu verði ég að þekkja málið nægilega vel. Ef ég tel mig sjá nægilega vel hver kúarinn er og hver fórnarlambið er, þá ætti ég vissulega að taka afstöðu gegn kúaranum. En á meðan ég þekki ekki málið einungis réttlætanlegt að vera hlutlaus í því og mælum við með því. Freyja sagði að ef allir væru hlutlausir þá myndi ekkert gerast. Ok, segjum sem svo að ég sé að velja mér mynd til að horfa á Disney+. Og ég veit ekki hvort ég velja Star Wars 3 eða Harry Potter 4. Hvað haldið eiginlega gerist, MK? Að ég festist í einhverju óendanlegri lúppu hlutleysis? Nei, væntanlega ekki. Ég bara enda á að velja mér mynd. Hætti að vera svona vitlaus. Freyja sagði að vita ekki ekki það sama og að vera Freyja sagði að vita ekki að vera það sama og að vera hlutlaus. Nei, en ég hlutlaus af því að ég veit ekki. Freyja spurði hvort við fáum aldrei gött feeling. Jú, en ég líka oft bara hlutlaus. Góðir gestir, finnst ykkur MK vera kjörkuð? Því ég ekkert viss að mér finnist það eitthvað ennþá. Ég farin að halda að þið sé ekkert neitt rosalega klár. Það meikar ekkert sens að mæla á móti möguleikunum á því að sitja bara stundum hjá. Við verðum að eiga möguleikan á hlutleysi því annars þurfum við að taka ákvarðanir sem við vinnum virkilega sjá eftir þegar fram líða stundir. Að vera hlutlaus á alltaf að vera val. Gabbi talaði í 3 mínútur og 58 sekúndur. Næstur upp í pontu meðmælandi andmælanda, þú hefur 4 mínútur.
Já, þeir eru í þetta. Þetta er bara byrjun að ræða svo færi það. Það má byrja Við erum að skrifa okkur eins og Alex er það Alex Hvenær er það? Það er mjög góð að ræða með gafla. Þú hefur eina mínútu. Já, Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir, það er kominn tími til að tala í alvöru staðreyndum Kvennaskólann í Reykjavík. Kvennó er eini skólinn á landinu sem notar ennþá K í nafninu sínu. Kvennó er eini skólinn á landinu sem notar ennþá afsökunna, mér langaði ekki til Vestló. Fundarstjóri, ég glemdi einu.
Kvennó eini skólinn á landinu sem mælir með hlutleysi. 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 Kvennó mælir með hlutleysi. Býtu, þau að mæla með hlutleysi og við á móti. Já, það ég. En býtu Kvennó, hérna ein pæling. Þið takið meðvitaða ákvörðun að mæla með hlutleysi en ákveðið svo að taka ekki hlutleysa afstöðu. Hvaða þversögn í gangi, Kvennó? Þið eru bókstaflega búin að fella í einn pól. Who broke your heart, guys? Þið eru næstu jafn særð og póllinn ykkar. Það sást best þegar Erlen sagði að dómarar þurfa að vera hlutlausir í starfi sínu. Ertu ekki að fokking grínast? Eru þið með COVID? Þetta er jafn lélegt og grindabótsvöðvinn hjá ömmu minni því þetta heldur ykkur vatni. Erlen, dómarar þurfa að hafa sína skoðun svo við geti greint á milli góðs og ills. Ef dómarar og lögmenn væru hlutlausir þá væri ekki hægt að dæma neitt. Fundarstjóri eða nei, býtu ekki fundarstjóri. Sérðu ekki hvað þetta er meingallaði póll hjá ykkur? Hlutleysi ekkert annað en það sem birtist okkur í daglegu lífi, það sem við þekkjum. Þið hjá Kvennó getið ekki verið að gefa ykkur forsendur einhvern heim sem ekki til. Það sem að allir taka hlutlausa afstöðu og enginn hefur neitt að segja. Kvennó, þið þurfa að mæla með hlutleysi í heild sinni eins og að birtist okkur í daglegu lífi og við skulum glöð og gröð mæla á móti öllu sem þið hafa að segja hér í kvöld. Kvennó þarf að svara nokkuð spurningum og ég ætla að lesa þær upp eins og alvöru KOMBAR! Númer 1. Hvernig sjáum við fyrir ykkur hlutlaust heim? Það sem engum finnst neitt og öll bara alveg sama. Númer 2. Vil ég að fólk sé hlutlaust? Bara þeim aðstæðum sem að henda ykkur. Númer 3. Hvernig haldið að jafnréttisbaráttu líti út dag? Verða þeir yfir höfuð til? Og númer 4. Hvernig í fjandanum ætlaði að verja mótsögn í pólnum ykkar? Ég vil svöra í næstu ræðudag, ekki bara við einni, heldur öllum 4. Kvennó á ennþá eftir að svara spurningum okkar og taki eftir flóttanum, góði gestir. Við krefjum svara, við krefjumst þess að þið fokki svari spurningum okkar í næstu ræðu. Gabbi talar að ef þú situr heima í kosningum þá ertu hlutlaus. Nei, því miður, þá þetta ekki rétt hjá þér. Ef þú skilur auðu í kosningum eða situr heima þá ertu búin að kynna þér málið og komast að þeirri niðurstöðu að þið líst ekki áneitt á kostunum sem í boði. Með því að sitja heima þá ertu að segja þína skoðun. Þetta ekki svona flókið. Gabbi sagði hlutleysi, grótáttu kjafti. Gabbi talar að við þurfum að mæla með því að taka alltaf afstöðu en Erlen sagði að Kvennó þurfi þess ekki og þau geti tekið afstöðu í mikilvægum málum. Þrátt fyrir að mæla með hlutleysi, þetta er hrein og bein þversögn. Erlen talar að henni sé bara alveg sama hvaða mynd við horfum á deytinu okkar. Ef allir væri jafn lífleysur og þú, Erlen, þá væri bara ein stór stöðnun. Því fólk svo hlutlaust að það getur ekki ákveðið neitt. Þetta er jafn lélegt á klósettinu hérna. Erlen talaði það að það væri fínt að vera bara sama stundum. Þið getið ekki afvegaleitt umræðina svona. Hættið þessu forsendublindu sniðmengjum og mælið með öllu fokkin menginu. Góði gestir, ég var að spá. Ef ég hlutlaus og Kvennó hlutlaus og dómarar hlutlausir, hver vinnur eiginlega þessa keppni? Það mætti haldið að vera ánægð með jafntefli á eftir. Hvað sé? Stigamunur 0, allir ræðum kvöldsins og dómarar ósammála. Nei, en segðu bara fokkin. Leiðu bara Kvennó og MK að hessit át á Ingólfstorgi með mandísverð. Kvennó til að standast fyllilega við ykkar pól, verið á fokkin hlutlaus og hættið að opna okkur kjaftinn.
Er þetta bókasafn? 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 MK! 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 Meðmælandi andmælanda talaði í 4 mínútur. Næstur upp í pontu er stuðningsmaður meðmælanda þó 4 mínútur. Þú hefur 1 mínútu. Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góðir gestir. Ég elska að leika. Ég elska að syngja og djöfull elska ég að dansa. Ég hata að hlaupa, ég hata Hyundai og ég hata MK.
Mér er alveg sama frjálsar íþróttir, mér er alveg sama skíðasvæði á Dalvík og mér er alveg sama grenitré á Svíþjóð. Heyrið þetta, mér er alveg sama. Og það að mér sé alveg sama er bara í fínasta lagi. Það hvílir ekki á mér nein ábyrgð til þess að taka afstöðu til þessara hluta. En aftur á móti hvílir svo ábyrgð á mér að taka ekki afstöðu á hlutunum sem ég hef ekki eða get ekki kynnt mér. Eins og þið heyrið er ég auðvitað ekkert hlutlaus varðandi alltaf. Ég er jú að mæla með hlutleysi, en ég hef alltaf frelst til að sleppa því. Sleppa því að mynda mér skoðun á hlutunum, hvort sem það því ég hreinlega geti það ekki eða því ég hreinlega nenni því ekki. Það er gjörsamlega fráleitt hjá MK að ætla að mæla á móti frelsinu til þess að taka afstöðu. Getið þið ímyndað ykkur hvað myndi lepja upp allar ykkar lífssorg og gleði ef þið þurftu alltaf að standa með á móti öllu. Og þetta nær lengra en þetta, þið myndu þurfa að vera með á móti öllum þeim manneskjum sem þið hafið ekki hitt. Því þið þurfið auðvitað að taka afstöðu gagnvart öllu og öllum. MK, þið megið ekki vera hlutlaus. Sann svona ándjóks, hvers vegna getið ekki bara verið hlutlaus? Svarið næstu ræði, MK. Trúið þið alveg að sé aldrei rými fyrir hlutleysi? Hafið þið skoðun á öllu? Ef svo er, svarið þá þessu fyrir mér. Hvað finnst ykkur tölustafinn 72? Eru þið með á mótinni? Eða eru kannski bara hlutlaust gagnvart henni eins og ég? Og vinsalast færi greinagóð rök fyrir mál ykkar. Þið hljótið að gera ykkur grein fyrir hvað þið fáránlegt. Það tekur enginn heilvita maður afstöðu með eða á móti tölu. Það eru allir bara hlutlausir. Það er það eina sem meikar sens. Nökkvi hélt því fram að vera hlutlaus í öllum gjörðum okkar, að við værum þyrftum að vera hlutlaus í öllum gjörðum okkar. Páll okkar hér í kvöld er að mæla með hlutleysi, ekki segja að það eigi að vera hlutlaust. Munurinn að mæla með einhverju og segja að maður þurfa að gera eitthvað er einfaldur. Þótt ég mæli með hamborgum þýðir ekki að ég þurfi að borða hamborgara á hverjum degi. Sjáum nú til, mælum með hlutleysi því við viljum að allir hafi rétt hlutleysis. Alveg eins og við viljum að allir hafi rétt til að borða hamborgara. Nökkvi hélt því fram að þar sem við erum mæla með hlutleysi þá séum við alltaf hlutlaus. Ertu eitthvað verri? Vantar alla vitneskju. Ef við værum alltaf hlutlaus í öllu þá værum við bara ekkert að fara upp í pontu að mæla með hlutleysi. Við erum ekki hlutlaus hlutleysi, en hins vegar erum við hlutlaus þegar það kemur á lit og ullingavellingum. Mér er alveg sama það, en þetta er ekki flókið, MK. Freyja spurði hvort við værum aldrei með gut feeling. Maður á ekkert alltaf að fylgja your gut feeling. Hvað er your gut feeling sem segir mér að hoppa á kletti? Á ég þá að hoppa á klettin? MK, við erum ekki að segja að allir eigi að vera hlutleysir, alltaf. Dómararnir hér löbbuðu inn hlutleysir, kynntu sér málið og tóku svo afstöðu. Freyja sagði að það væri alltaf betra að taka afstöðu heldur en að vera hlutlaus. Freyja, það er ekki alltaf betra, stundum er það bara meira að segja verra. Ef ég sé 2 menn fljúgast á, það er ekkert að vera betra að ég ákveða með hverju þeir liði. Frekar er bara hætt sleppið að hoppa á milli. Góðu gestir, ég er hræddur að MK hafi gert mistök. Ég er hræddur að MK hafi tekið afstöðu í málið sem þau kynntu sér ekki nægilega vel. Ég er ansi hræddur að MK hefði átt að vera hlutlaus í umræðuefni kvöldsins.
3 mínútur og 59 sekúndur. Næstur upp í pontu stuðningsmaður andmælanda på 4 mínútur.
Fundarstjóri, dómarar, andmælendur og góður gestir. Ég man eftir þegar ég var í fyrsta bekk. Það var svo yndislegt. Engar áhyggjur, bara samloka með lambakæfi nesti og út að leika í frímú. En fundarstjóri, það er ekki það eina sem ég man úr fyrsta bekk. Ég man eins og það hafi verið í gær sem Ingibjörg kennari kom inn og setti upp á töflu eineltishyggju. Ég gleymi aldrei gráa kallinum. Gráa hlutlausa kallinum í hringunum. Ég lofaði sjálfum mér frá því augnabliki að vera aldrei grái kallinn. Grái kallinn sem sér hvað gerist en skiptir sér ekki af. Grái kallinn sem sér óréttlætið en velur að sitja hjá. Grái kallinn sem tekur ekki afstöðu gagnvart ranglæti. Þið fóruð öll í fyrsta, annan og þriðja bekk, er það ekki? Því spyr ég hvern og af hverju eru það að mæla með hlutleysi? Langar ykkur í alvörinu svona mikið að vera hlutlaus? Fundarstjóri, það skiptir svo gríðarlega miklu máli að standa hér upp í pontu í kvöld og mæla á móti náunganum sem tekur hlutlausa afstöðu. Því ég skal segja ykkur eitt, hlutleysi er að kjósa, sitja hjá og gera ekki neitt. Þetta er svo bilanslega einfalt fennan. Ekki vera grái kallinn og ekki vera hlutlaus. Vitur og merkur maður sagði eitt sinn. Ég hef komist að þeirri grátlegri niðurstöðu að hinn mikla hindrun svarta mannsins í frelsistríði er ekki hvíti borgarráðsmaðurinn en hinn hvíti hlutleysi maður sem er helgari reglu en réttlæti. Þetta sagði hann Martin fucking Luther King. Helsti baráttumaður fyrir réttindum svartra. Hvernig meira segja Stevie Wonder sér þetta betur en þið. Málstaðurinn ykkar er stór hættulegur. Málstaðurinn ykkar er ástæðan fyrir því að við veljum að standa eða falla með málstað. Við veljum að knýja fram breytingar og við veljum að taka afstöðu. Við viljum ekki sitja föst í engri þróun. Hlutleysi getur aðeins leitt okkur á einn veg, fullkomin stöðnun, engar framfærir. Góðir gestir, takið eftir því að hvernig þarf að mæla með því að sitja föst í hjólförunum, sitja föst og komast ekkert áfram. Rétt eins og ég er reyndar í morgun á gymníinu. Fundarstjóri, ég hélt í alvörinu að ég þyrfti ekki að koma inn á þetta í kvöld, en ég ætla að fucking gera það. Hvar heldið við værum í dag ef við væri ekki fyrir réttindabaráttur eins og Me Too eða druslugönguna? Réttindabaráttur er eitt öflugasta verkfæri mannsins til að knýja fram breytingar, eitt öflugasta verkfæri til að taka afstöðu gegn ranglæti og eitt öflugasta verkfæri til að auka jöfnuð. Ég vil í alvörinu svara mér þessu kvöld. Hvar værum við ef við hefðum ekki réttindabaráttur? Við í MK-rum til í að mæla á móti öllu heila klappinu en þið þurfa að standa með öllu helvítis kjaftæðinu. Nú spurðum af hverju gætum við ekki mælt með hlutleysi því við erum að mæla á móti, þannig virkar Morfís og Aron, mér finnst talan 72 fokki sexy, það er afstæðan mín sko. Og hvernig þið svöruðu djókspurningi gut feeling tvisvar en ætlið ekki að drullast til þess að svara öllum hinum spurningunum. Hvað í fokkanum? Ekki ein sko, ekki ein. Aron sagði að við þurftum að neyða fólki að taka sér afstöðu, býtu, hvar í andskotanum lastu það? Hvergi í umræðunni er nein forræðishyggja. Hætti nú að snúa út úr og farið að mæla í alvörunni með hlutleysi. Við mælum að sjálfsögða á móti hlutleysi í heild sinni því það er slæmt, en við erum ekki að neyða neitt í neitt. Aron sagði að hlutleysi er jákvætt konsept í sumum aðstæðum og þess vegna mæla þau með hlutleysi. Eru þið ekki að mæla með hlutleysi? Þið þurfa að mæla með hlutleysi alltaf, ekki bara stundum, bara þegar það hentar ykkur, heldur alltaf. Erlend talar að við séum basically að mæla með fordómum. Nei, við erum ekki að mæla með því við erum að mæla með því að kynna sér hlutina og berjast fyrir því rétta. Þetta er nánast algjör andstæða, ég skil ekki hvað ég fengi þetta. Góðir gestir, fólk eins og Martin Luther King hafa það öll sameiginlegt að standa upp fyrir sínum réttindum og taka afstöðu gegn ranglæti. Þau hafa öll tekið afstöðu gegn hryllingnum sem býr í þessum heimi. Þau hafa öll fórnað lífi sínu fyrir betri heim. Þau hafa öll tekið afstöðu sem því kvennó ætla að gera lítið úr með því að mæla með hlutleysi. Það er eins gott að þið gerið ykkur fyrir næstu umferð, því við ætlum svo sannlega að fucking bróka ykkur.
flautunum áður en dómarnir eru farnir út. Það var ekki bara að henda í mute á streaminu. Já. Ég er að henda mute.
Er myndavélinn alveg á réttum stað? Nei. Þetta er nótuleg kvísu sem ég er að fá. Spectrist á Netflix. Nú ætla ég að bjóða frummælanda, meðmælanda upp í pontu. Fundarstjóri, á meðan liðið mitt sat í hliðinu og skrifaði svör, fór ég að velta svolítið fyrir mér. Hvað ef MK hefur bara rétt fyrir sér? Hvernig væri heimurinn ef það væri ekkert hlutleysi? Það er að segja að hlutleysi var ekki tekið í mál, afneitað og fordæmt. Kannski væri það bara miklu betri staður. Ímyndum okkur þennan útópíska heim. Ég vakna á mótnana og fer beint í dagbókina mína. Þar skrá ég niður afstöðu mína til þess sem ég dreymdi nóttina. Voru þetta góðir draumar eða martraðir? Stundum man ég það ekki, en ég verð þrátt fyrir það að taka afstöðu, annars myndi ég sko gera sekur hlutleysi. Eftir draumadagbókina mína fer ég beint í símann minn og svara nýjasta spurningalista stjórnvalda. Til þess að passa upp á að ekkert hlutleysi sé til staðar, fáum við 120 til 730 spurningar á dag sem við þurfum að svara. Hvort er bleikur og blár flottari? Bleikur, ertu ánægður með fjárlög Reykjavíkurborgar samgöngumál? Já, já. Hvort er eðlilegra form? Egglaga sporskjulega? Sporskjulega. Hvort er klappara fastur með vinstri og hægri? Vinstri. Nei, meira hægri. Og svo framvegis og framvegis. Þessi anti-hlutleysisstefna stjórnvalda byrjar heldur betur snemma. Í grunnskóla er ykkur að kenna 5 sekúndna reglan. Kennarinn spyr ykkur spurningar, ef við svörum ekki að tökum afstöðu innan 5 sekúndna er okkur refsað með reglustikunni. Þessi leið er gríðarlega skilvirk. Síðan heldur þetta áfram út í lífið. Vinnan snýst eiginlega bara fundi þar sem við tökum afstöðu á hinu og þessu málinu, en gerum síðan aldrei neitt annað. Það er engin tími til þess. Og svo í kosningum má ég ekki skila auðu. Ég verð að vera sáttur með það valkosti sem eru í boði. Þessi heimur á þó sínar skuggahliðar. Í rykfallinni kjallaríbúð á Njálsgötu er starfræktur svartur markaður fyrir hlutleysi. Þar hittist fólk og deilir ekki skoðunum sínum, segist ekki hafa kynnt sér málið og spyr spurninga án þess að fá svar. Þetta verður að hætta, ef hlutleysi er látið ósnert gæti allt farið á versta veg. En sem betur fer stendur lögreglan í ströngu við að stöðva fólk við að framkvæma þessar annarlegu hvatir. Ég segi hlutleysislaust Ísland 2030! Eli talaði gráakallinn í einlætisringnum. Hlutleysi er ekki bara mál þar sem maður getur tekið auðveldlega afstöðu eins og í stöðu gráakallsins. MK, það á hreinu. Stundum er betra að taka afstöðu og stundum er betra að vera hlutlaus. Þess vegna teljum við hlutleysi réttlætanlegt. Á meðan þið viljið taka afstöðu alltaf í öllum málum sama hvað. Ísland í ESB. Ég hef í alvörunni ekki kynnt mér málið og veit það ekki. Ég er því miður hlutlaus. Kannski þetta er betra ef ég myndi bara bulla upp einhverja afstöðu í málunni. Var það ekki ábyrgara ef ég myndi bara segja eitthvað? Nei, auðvitað ekki. Auðvitað var það miklu verra. Þess vegna mælum við með hlutleysi. MK sagðist ekki vera að mæla á móti öllu hlutleysi. MK, þeir eru að mæla á móti hlutleysi. Það þýðir að þið þurfið að færa rök fyrir því að hlutleysi sé óréttlætanlegt. Og ef þið ætlið að segja að hlutleysi sé óréttlætanlegt, þá er besta leiðin ekki að segja að hlutleysi sé stundum réttlætanlegt. Ég er bara að reyna að hjálpa ykkur, MK. Eli spurði hver afstaða okkar sé í réttindabaráttu kynjanna. MK, afstaða mín er að ég styð réttindabaráttu eins og MeToo eins mikið og þið. Það er þó ekki það sem keppnin snýst Góðir gestir, ég veit ekki alveg hvort MK hefur velt fyrir sér hlutleysislausu Íslandi 2030, en það sem ég veit er að þeir eru að mæla á móti hlutleysi, mæla gegn því að fólk geti verið hlutlaust. Það er gríðarlega stór og ósanngjörn krafa að þeir neyða fólk til að hafa skoðun, hvort sem að þeir kynnt sér málefnið eða ekki.
Sjálfur segi ég afglæpavæðing hlutleysis 2022. Frummælandi meðmælanda talaði í 4 mínútur. Næstur upp í pontu er frummælandi andmælanda, þú hefur 4 mínútur. Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Kvennaskólinn minn! Já, hún er ekkert spönt.
Fundarstjóri, málflutningur kvennaskólans í kvöld hefur ekki verið annað en útúrsnúningur og lygar. Erlend talaði að fjölmiðlar þyrftu að vera hlutlausir. Gabbi reyndi svo að snúa út úr og sagði að hlutleysi ætti alltaf að vera val. Snillingurinn Aron reyndi svo að sannfæra heilan sal að þau væri að mæla á móti hlutleysi að væri svo ekki hlutlaus. Erlend, fjölmiðlar eru óháðir. Ef þeir verður hlutlausir þá gætu þeir ekki valið hvaða fréttir þetta dekka. Gabbi, enn og aftur, þið þurfum að mæla með öllu hlutleysi, ekki bara valkvæðu hlutleysi. Og fyrst að við eigum að mæla með stanslausu hlutleysi, skuluð þið drullast til að mæla með stanslausu hlutleysi. Aron, ef þú ert að mæla með hlutleysi, þá átt að vera hlutlaus. Bam, þversögn. Guð minn almáttur, ég fékk gyllinæð eftir fyrri umferð. Vonum að ég fá ekki þvagfærasýkingu eftir þessa. Snillingarnir hinum megin virðast ekki vera að átta sig á því að þið þurfa að tala með umræðefninu. Og vitið til, þau munu ekki gera það. Kvennó afvegalegir umræðina út í forsendur og aðstæður sem henta þeim, en þau mega það bara ekki baun í bossa. Og fundarstjóri, ekki nóg með að Kvennó hillir þessa afvegaleiðingu, heldur hefur þeim algjörlega tekist að líta fram hjá hinu mannlega eðli sem getur ekki þrifist í hlutleysi. Það er í okkar mannlegu eðli að taka ekki hlutlausa afstöðu. Alveg sama hvað Kvennó ætlar að reyna að kokka upp í kvöld, að þá er óumflýjanleg staðreynd að við sem manneskjur höfum skoðanir og þessar skoðanir eru ekki innantómar eins og serióspakkin sem Kvennó dró raukið sín upp úr. En með því að taka hlutlausa afstöðu þá er því að flýja vandamálið sem við lifum í dag. Hlutlaus afstaða er bara afstaða aumingjans og letingjans. Heimurinn okkar er langt frá því að vera fullkominn, en við erum að reyna að taka afstöðu gegn því sem er rangt, því við viljum standa uppi fyrir málefnum sem snerta okkur öll. Ranglæti og mistyrming ríkir allan heim og þið hjá Kvennó er að mæla með hlutleysi. Og þar af leiðandi vil ég meira hlutleysi. Og af hverju? Því heimurinn er á svo æðislegum stað í dag. Gabbi kom upp í pontu og fann sjúklega sniðugt að segja að hlutleysi væri að skila inn auðu í kosningum. Hvað setti Sigga Kling í kaffið ykkar? Þú ert ekki hlutlaus, heldur tekur þér þá afstöðu að skila inn auðu því þið líst ekki á neinn annan kostinn. En áður en ég fyrir að rífa rökin ykkar enn meiri í sundur, þá langar mig til þess að segja þetta einu sinni enn, bara svo þið í fjölbraut við tjörnina heyrið. Hlutleysi er afstaða. Þegar þú tekur meðvitaða ákvörðun að sitja hjá og vilja ekki taka afstöðu, þá ertu að taka fucking afstöðu.
Ég veit ekki hvað mannfýla rak upp í nefið ykkar í kvöld, en guð minn góður, mér líður eins og ég sé að tala við 3 ára krakka með greindarvísitölu á vindnetu. Gabbi sagði að maður er hlutlaus ef maður veit ekkert málið. Gabbi, þú ert ekki hlutlaus, þú ert bara vitlaus. Hvern heldur bara áfram að velja og tala hlutleysi þegar þeim hendar. Hættið að cherrypicka dæmi sem henda ykkur og fara að mæta okkur í alvörunni. Gabbi sagði að ef þú væri hlutlaus þá þyrftir að svara öllu í heiminum. Gabbi, að vera hlutlaus þýðir að kynna sér málið fyrst, svo velja þá fáránlegu afstöðu að vera hlutlaus. Aron sagði að við getum ekki verið hlutlaus blindustu að einni hliði allra mála. Hvað meinaru? Ég get alveg skipt afstöðu þrátt fyrir að kjósa að vera ekki hlutlaus. Góði gestir, nú er fyrri umferð búinn og seinni hálfleikur hafinn. Í allt kvöld hefur Kvennaskólinn reynt að flýja umræðunni og veistu, ég nenni sig ekki lengur. Hlutleysi er stórhættuleg málstöður til að mæla með og ég, Freyja Vandarputte, fyrirlít svona hegðun. Ef þið ætli ekki að byrja að mæla með hlutleysi, mæla með umræðuninu í allri sinni mynd, þá getið alveg skefið keppni. Áður en ég tilkynni tímann vil ég hvetja alla stuðningsmenn til að sýna virðingu í salnum. Næstur upp á svið er meðmælanda við 4 mínútur. Tíminn var 3 mínútur og 57 sekúndur. Takk fyrir að láta mig. Nei, við þurfum bara að setja sér upp. Við þurfum bara... Já, maður segir alltaf mjög ekki stund. Það stendur á okkur að klára ræðina sem svör í stórum stöðum og segja
Fundarstjóri, megi betra liði vinna í kvöld. Getum við ekki verið sammála það, MK? Væri það ekki sanngjarnt að liðið sem stendur sig betur í þessari keppni myndi vinna? Ok, flott, þá erum við sammála það, en hvað þurfum við til þess að rætist? Já, auðvitað, góða gáða og hlutlausa dómara. Eða hvað? Væri betra ef dómarnir væri ekki hlutlausir. Nú mælið þið á móti hlutleysi þannig þið hljótið að trúa. Sjálfur allan á því máli að vera bestur ef dómarnir væri hlutleysir bæði í þessari keppni sem og öllum öðrum keppnum og íþróttum. Ég skal útskýra fyrir hvað hlutleysi er mikilvægt í þessu. Grótta og Framar var kepp í úrslitaleik í Coca-Cola-bikarnum í handbolta. HSÍ er að leita dómar fyrir leik og fattar: já, Ólöf skipti hann á Gróttu sem á meitt. Hún mun líklega ekki spila leikinn. Hún gæti samt alveg dæmt hann, en það ekki bara best. Hún þekkir regluna nefnilega svo vel. Þetta er alveg kjörið. Heyrið ekki hvað þessi hugmyndur til hött. Sama hversu vel Ólöf þekkir reglunar, þá er hann algjörlega óhæft til að dæma leikinn. Nú er Elíur að hugsa: hvers vegna er hún? Því hún er engan veginn hlutlaus, Elí. Er ekki allt í standi, Og það var alveg rétt. Íþróttar og keppnir er þetta bara smottir innan mörgum öðrum málaflokkum þar sem dómara er þörf. Ég skal koma með dæmi. Daginn var ég lúpaðan að koppa klónir í bæ. Ég kærði hann að nokkrum mánuðum með árið setna kalli mættur upp í Landsrétt og býð þess að dómur falli í málinu. Ég er nokkuð öruggur með að ég mun hafa betur ekki að koppa klón. Það liggja fyrir fjölda sannana, myndbandsupptökur, læknisvottorð og játning frá koppa. En vitið þið hvað? Dómarinn er engin annar en Siggi Kló, frændi á æskunni koppa. Hann er definitely ekki hlutlaus. En það skiptir ekki máli, vegna þess að hlutleysi er ósættanlegt og heimskulegt líkt og MK voru að segja allt kvöld. Koppi er dæmdur alsaklaus og ég get bara sjálfum mér kennt. Ég hefði átt að fá frænda minn til að dæma í málinu. Þið getið ekki litið fram með þessu, MK, og dómari hvort sem að dæmir í júdó eða Mannréttindadómstóli Evrópu verður að vera hlutlaus. Hlutleysi snýst ekki bara réttlátubaráttur, þetta er bara miklu stærri pæling en það. Kæra MK-ekar, í næstu ræðu verðið að svara með þessu. Hvers vegna er betra ef dómari, hvort sem að dæmir íþrótt, í dómstóli eða einhvers staðar allt annars staðar, sé ekki hlutlaus? Hvers vegna væri betra að hafa óhlutlausan dómara? Ef þið svarið þessu ekki skilmerkilega er keppnin töpuð. MK heldur áfram að segjast ekki mæla á móti öllu hlutleysi. Þannig hlutleysi er bara stundum fínt. Sjálfur finnst mér hlutleysi vera eins og pizza. Oftast er pizza góð, en ég hef aldrei fengið vonda pizzu. Ég mæli samt alltaf með pizzu, en því MK mæli á móti pizzu því að einhver gæi Dominos klúðraði seinustu pöntunum ykkar. Pizza er alveg það góð og hlutleysi er ennþá gríðarlega mikilvægt. Freyja sagði að var ekki eðlilokur að vera hlutlaus. Umræðan snýst ekkert það. Hún snýst réttlætinguna og hlutleysi og hvort það sé okkur eðlislegt að vera ekki hlutlaus. Freyja sagði að við værum að snúa út úr umræðunni. Það er alls ekki satt, Freyja. Hlutleysi er nefnilega eitthvað miklu meira en þessi dæmi sem þið ætla að nefna í allt kvöld. Hlutleysi afmarkar þetta ekkert bara eðli mannsins og þið sögðu, eins og þið sögðu, langt frá því sem við erum að ræða risastórt hugtak. Þið getið ekki látið þessu lykilþættir að séu ekki með. Góðu gestir, þið hljótið að sjá þetta. Ef við trúum því að hlutleysi ekki heima í samfélagi manna, þá leggjum við grunninn á gríðarlega spilltu þjóðfélagi. Dómar á ekki geta dæmt í máli frænda síns, læknir á ekki geta sett systur sína ofar á biðlista og ráðherra má ekki skipa ofan flokksbróður sinn í embætti. Þess vegna mælum við með hlutleysi.
Instagram Fennoplation. Fennoplation? Já. Þar er það í bæja. Loki, málflöðu. Hérna gula. Hérna linkur, já. Máli. Hvað er ég að stela að íslensku mann? Nei, eða Putin í Bandaríkjunum í Sýrlandi eða Putin í ef landvinni það skilur það Aron talaði í sléttar 4 mínútur. Næst kemur Pontur með andmælanda, þú hefur 4 mínútur. Þetta er ekki öðskiptum í leifinu, ég bara Það er með djúsflöskuna sem undir. Já, Annað dæmi. Ég er bara... Krista Potter líka Joe Rogan. Wow! Af öllum ekki eins. Það er alveg myndið þeirra. Þetta er mest alltaf Joe Rogan. Já, líka. Það er okkar í mat. Það er fína Joe Rogan. Þetta er bara nett. Já, ég sá frábært. Það hefur 1 mínútu. Ég er að googla. Googla hvað Jordan er tími. Oh shit.
30 sekúndur. Fundarstjóri, góðu gestir, ég var að fatta upp á geggjum drykkjuleik. Horfið aftur á streymið í kvöld og í hvert skipti sem Kvennó segist beint eða óbeint verið annarkvort með eða á móti einhverju í kvöld og þar af leiðandi ekki hlutlaus, takið á sopa. Ég get lofað ykkur því að þið verið algjörlega fucked up. Seinasti sopi var þegar Aron sagðist elska pítsu. Kvennó eiga eina ræðu eftir og þeim hefur ekki enn tekist að mæla með umræðunni í heild sinni. Þau fela sig á bak við það að hlutleysi sé vitleysi þegar kemur að hlutum sem kom okkar ekkert við. Það bara ekki þannig. En kæru gestir, þau eru veruleikafirrt. Við vitum öll hvað hlutleysi Við vitum öll að það sem Kvennó að reyna að selja okkur hér á 50% afslætti og hægt að prúta niður í 0 fucking krónur. En þá kemur stóra spurningin. Ætlið að fallast á pól aumingjans og taka hlutlausa afstöðu hér í kvöld? Eða ætlið að fylgja innsæinu? Innsæinu þar sem þið viti nákvæmlega hvar þið standið og takið afstöðu gegn óréttlæti. Hlutleysi afsökun. Afsökun til að gera ekkert. Hugsa ekkert og finnast ekkert. Hugsa aðeins þetta. Þetta málstæðurinn sem Kvennaskólanum hefur mistekist að verja hér í kvöld. Hlutleysi dragbítur samfélagsins, hlekkur á réttindum okkar og vígur að frelsiðins vitborna manns sem fættist til þess að mynda sér skoðun og móta hana. Fættist til þess að taka afstöðu og berjast fyrir réttlæti og góðmennsku heimsins. Við eigum ekki að taka hlutlausa afstöðu og sitja hjá. Við eigum ekki að láta óttan ráða för og standa í veg fyrir vissu og velgingu, heldur stíga fram og hætta að fela okkur á bak við skjöld hlutleysis því heimir raunveruleikans veitir hann ekki skjóli. Það þessir kvenskjælingar ætla að peppa eitthvað hlutleysi þegar meiri hluti mannkynsins þarf á aðgerðum að halda, þarf á mótmælum, á byltingum, á framförum sem ómögulegt að koma á með hlutleysi. Þetta með sterkari dæmum af forréttindablindu sem ég séð. Grafið hausina upp úr raskutunum á okkur og hætti þessu fokkin kjaftaði. Og hello, Kvennó, þið ekki enn búin að svara nema brota spurningum okkar og flest, ég held að það var 1 svar við alvöru spurningu, 2 svör við joke spurningu. Aron, þú eittir basically heillir ræði að spyrja okkur hvers vegna það væri betra ef að dómarar væru ekki hlutleysir. Heil ræða, pælið í því. Aron, því miður, þá eru dómarar ekki hlutleysir, þeir eru óháðir. Punktur. Óháðir, koma. Ef þeir væru hlutleysir, þá væri það bara, fuck it maður, við þurfum ekki að dæma þetta sko, bara, þetta bara svona, við förum ekkert í, fuck it. Og Kvennó, hættið að segja ykkur að mæla með heimi þar sem hægt að vera hlutlaus og byrjið því síðan að mæla með heimi þar sem að hlutleysi ekki fokkin valkvæð. Aron og Kvennó, ég held þessi aðeins að misskilja dálítið. Þeir eru dálítið að misskilja. Góða gestir, fullkomni hlutleysi verður aldrei náð og sá sem segist vera hlutlaus falskur. Því hlutleysi nefnilega ekkert nema afsökun. Afsökun fyrir það að nenn ekki og þor ekki. Og það ekki málstæður sem vert að fylgja. Við munum ekki taka hlutlausa afstöðu meðan þjáningar viðgangast. Við nennum, við þorum, við gerum og við ætlum ekki að sitja hjá!
hann Felix? Hann talaði í 3 mínútur og 18 sekúndur. Næstur upp í pontu stuðningsmaður meðmælenda, þú hefur 4 mínútur. Það er þetta fyrirbúin. Því að sko, ég frekar viss á því. Þetta er no-fly zone fyrir sjálfstæðan. Bara heyrist allt í þér. Þessi? Ertu meðlimir hjá Sörg? Þetta er mækinn. Ertu meðlimir hjá Sörg? Samband ykkur sjálfstæðan. Ég myndi mæla með því að skráði. What do we think of MCO? Það er það bil mínúta eftir en ég vil beina á stuðningsliðum beggja liða að vinsamlega sýna ræðumönnum hinsliðs virðingu og styðja lið sitt án þess að vera niðrandi á hitt. Þetta á sérstaklega við meðan ræðum stendur.
Fundarstjóri, það er ástæða fyrir því að við tölum hlutleysi. Það er ástæða fyrir því að við lítum á hlutleysi sem sjálfsagða möguleika. Við þurfum nefnilega hlutleysi. Í Forn-Grikklandi var hlutleysi lýst sem að hafa þögn. Sá hlutleysi er sá sem ekkert segir. Og er það ekki bara fínt að geta sleppt því að tjá sig? Alveg eins og það er mikilvægt að geta haft hátt þegar maður sér ástæðu til þess. En ef allir gjamma í kór gerist ekkert. Þetta blasir alveg við. Við verðum að geta valið á milli. Umræða kvöldsins snýst nefnilega valkost, að geta verið hlutlaus. Það verður því að segjast að Páll MK er gríðarlega veikur. Og ekki bara það, hann er fáránlegur. Þau mæla gegn því að hafa val. Við höfum ekki skoðunar á öllu, við þekkjum ekki allt, við erum ekki alveitur. Við verðum að horfast í augu við það. Og það gerum við ekki með því að taka afstöðu þegar við vitum ekkert, heldur með hlutleysi. Hlutleysi er nefnilega fyrst og fremst upphafspunktur. Við komumst ekki af því hver er besti spretthlauparinn ef keppendur byrja út alla braut. Alveg eins og við komum seint að góðri niðurstöðu með því að taka afstöðu strax í byrjun áður en maður hefur kynnt sér málefnið. Það er nefnilega gríðarlega óábyrgt að taka afstöðu í málum sem maður hefur ekki kynnt sér. Stundum verður hlutleysið að vera ofan á. Ég skal segja ykkur frá því þegar ég hefði betur verið hlutlaus. Ég mætti á kaffihús niðri í bæ og á næsta borði satt par og skipulagði brúðkaupið sitt. Ég heyrði hvað þau höfðu í huga og ákvað að tjá mig, þegar hugmyndir voru bara svo lélegar. Grænt þegar maður virkar aldrei og fá DJ frekar en hljómsveit, það hentar ykkar budgeti betur, sagði ég. Þau horfðu á mig með stórum spyrjandi augum og ég fattaði hvað það var dónalegt af mér að segja þetta. Þarna hefði ég bara átt að vera hlutlaus og sleppti að skipta mér af einkamálum annarra. Það sem MK er ekki fattað í allt kvöld er nefnilega hversu mikilvægt það er í allri ákvarðanatöku að geta verið hlutlaus. Dæmi sem ég nefndi er nefnilega frekar smávægilegt. Hvað þetta varðar eitthvað meira áríðandi, stærra eða veigameira. Ef að risastór loftsteinn stefnir á jörðina og vísindamenn velta fyrir sig hvernig sé best að stöðva hann, þá er ástæða fyrir því að ég sé ekki boðið á fundinn. Ég er hlutlaus. Og ekki af ástæðulausu, ég veit ekki hvort það sé betra að nota laser eða gammageisla til að stöðva loftsteininn. Það er best fyrir alla ef ég er hlutlaus. Kópavogur-lætin eins og hlutleysi sé eitthvað ástand sem maður kemst ekki úr. Eru þau eitthvað verri? Þeir hljótið að átta ykkur á því hvað þetta er vitlaust. Það er miklu betra að mynda sér góða og upplýsta skoðun úr hlutleysi heldur en úr einhverjum hræðilegum stað. Það er ekkert mál að koma sér úr hlutleysi ef maður vill það. En það er miklu erfiðar að koma sér úr ungliðarhreyfingu Miðflokksins. Þá ertu fucked. MK hættir ekki að tala um hvað okkur finnst aðgerðir baráttu og mótmæli. Hversu oft þurfum við að svara þessu? Keppni snýst ekki einstaka dæmi. Fyrir hvert dæmi þið nefnið, getum við nefnt hnit. Beðið ykkur afstöðu ykkar á því og væntanlega eru þið hlutlaus þegar það kemur að hnitum. Hefur ekki heyrt eina gilda ástöðu af hverju þið getið bara ekki verið hlutlaus? Eru þið ándjóks aldrei hlutlaus? Eru þið bara 24/7 að mynda ykkur skoðun á hinu og þessu? Segið mér í næstu ræðu af hverju þið þurfið að taka afstöðu á öllu alltaf. Elí, dómararnir mættu hér í kvöld hlutlausir, hlustuðu svo á ræðurnar og svo ákveðu þeir. Freyja, við vitum að hlutleysi sé afstæða. Er ég þó ekki hlutlaus ef ég tek afstöðu að vera hlutlaus? Nei, byrju, þetta hljómar frekar heimskulegt. Er það ekki MK? Góði gestir, MK, við megum ekki gleyma því að við verðum að hafa val. Ef við höfum ekkert val, þá skiptir ekkert máli. Pólitík snýst að taka valkost af fólki og neyða það til að hafa skoðun. Ég hef engan áhuga að lifa samkvæmt þeirri vitleysu. Því til hvers að lifa ef þú ert ekki á lífi? Þessi hugsunarháttur er ekki bara heimskur, hann er hættulegur.
mínútur og 56 sekúndur. Næst stuðningsmaður andmælenda, þú hefur 4 mínútur. Þú hefur 1 mínútu. Nei. Það er mjög. Ég er að laga þetta, Embla, ég er að laga þetta. Komið, búin að laga þetta, Það er enginn bara að segja neitt, sko. Nei, det klipp. 30 sekúndur. Segir bara að...
Dómstjóri, mér finnst kvennótt aldrei skrítið. Í allt kvöld þið búin að taka okkur upp, niður, norður og suður, austur og vestur og veistu, ég bara frekar áttaviltur. Og satt með þess að segja finnst mér þetta bara einn furðulegasta keppni sem ég hef séð. Erlend talar Aron talar að hlutleysi gagnvart pítsum, en kæru fundarmenn, þetta hlutleysi sem þið þekkið? Nei, málstörf Kvennaskólans það lélegur af því að neyðist til þess að snúa út úr umræðefninu og túlka það á þann hátt sem hentar þeim. Og ég ekki bitur maður, ég bara brjálaður eftir þessa keppni. Ódýr mælskubröður ángfærsla hefur verið skjól þorskhausana í Kvennaskólanum hér í kvöld. En einhverjan einu sannfærður? Eru epli og bananar það fyrsta sem við hugsaum þegar heyrðum hlutleysi? Ég hélt ekki. En samt svona án alls gríns, takiðu hausinn út úr suðurendanum á okkur. Það þarf hvorki snilling nýja orðabók til að sjá hvað hlutleysi raunverulega Hlutleysi tilgangslaus afstaða. Hún hefur hvorki gildi né áhrif. Það ekkert. Kvennor reynda að flýja undan því í 6 ræðum hér í kvöld, en þegar öllu á botni hvolft, þá breytir það því ekki að hlutleysi leiðir alltaf af sér aðgerðarleysi. Alltaf. Ekki nóg með að hlutleysi sé frábrugðin afstaða, þá hún einnig ómöguleg í framkvæmd. Allt frá blautubarnsbeini þá hefur umhverfið mótað okkur mennina, hvort sem það sé afþreying, fjölskyldan eða nærumhverfið okkar. Allt þetta hefur áhrif á hvernig við lítum á hlutina, hvaða afstöðu við viljum taka. En Póll kvenskjælinga afneitar þessu og segir okkur þessi staða við ætlum að sitja hjá aðgerðalaus og taka hlutlausa afstöðu. Það augljós hversu vanhugsuð afstaða kvenskjælinga í kvöld. Erlen, þú sagðir í lokin að þú værir ekki hlutlaus, heldur að taka bara hlutlausa afstöðu. Bíddu, síðast ég vissi, var það okkar Póll? Hvað það að gera okkar Pól farið maður, við erum hérna sko. Erlen sagði að vera ekki hlutlaus þyrfti maður að taka þátt í öllum samræðum alltaf og þau öll reyndar að tala það. Erlen, þú myndar skoðun í hausnum málefni, en kýs svo hvort þú viljir tjá þig það eða ekki. Og Aron, betra liðið mun sigra vegna afstöðu dómara sem ekki hlutlaus. 1, 2, 3, 4, 5 og naglhaldið síðan fokk í kjafti. Erlen talar að hlutleysi sé sá sem segir ekkert og þið segja að við þurfum að mæla með heim þar sem að enginn hlutlaus. Mælið þið þá með heim þar sem að enginn segir, þar sem að allir segja ekkert. Og Erlen, við getum, góðu gestir, hvort við veljum að taka hlutlausa afstöðu eða hafa áhrif, jafnvel þar þurfum við að velja. Hvort kjósum við ríkjandi ástand og jafnvel stöðnun eða breytingar. Þessi keppni var búin áður en hún byrjaði því við vitum öll hvar stöndum. Hlutleysi ömurleg afstaða til að taka og ef þið sjáu það ekki hér og nú eftir 6 ræður, þá ekki ein einasta vonarglæta eftir fyrir ykkur. Takk fyrir mig, Jæja, nú komið að dómarahlé, vinsamlegast bíð í sætunum. Já. Tala í 3 mínútur og 4 sekúndur. Já, vinsamlegast bíð í sætunum þangað til dómarar eru farnir og liðin líka.
Allir að fá sér sæti. Áfram Kvennó. Jæja, nú afsala ég fundarstjóraréttinum mínum og bið Pétur Má oddadómara að taka við. Ég gefi henni Kolfinnu gríðarlega gott lag. Gaman að sjá sko fundarstjóra sem að getur borið fram frummælanda, meðmælanda, það er rosalega sem maður heyrir kannski meðmælanda, mótmælanda. Það var ekki kvöld, ánægðan að Kolfinnu mína. Ég vissi ekki hvort liðið var með eða á móti þegar ég mætti hérna, en ég hef kannski getið gefið mér það að Kvennó var með hlutleysi. Kvennó var bara mjög fínn skóli og svona. Þeir eru náttúrulega ekkert alltaf með rosa sterka skoðun og öllu. En sko besta inngangan í kvöld kemur eiginlega ekki frá liðunum sko. Ég myndi segja að besta inngangan komið hérna frá Goons í salnum. Það er rosalegt. Ekki bara koma þér inn hérna með eitthvað rosa leið, heldur bara ef maður sér eitthvað fara á klósettið, kemur aftur og sí! Innganga aftur og aftur og aftur. Það geggja að fá að heyra hérna, var einhver ræða sem byrjaði á hérna Halló skvísur! Yeah! Skvísurnar! Það er líka bara ógeðslega gaman að sjá hvað eru margir hérna, Goons eða ekki sko. Óheppilegt fyrir þjálfara að því að ég þekki að sjálfur sem þjálfari sko að þegar maður er að horfa á morfinskeppni maður er aldrei kjurr, maður er alltaf hérna lappandi fram og tilbaka sko. Þjálfararnir í keppninni í kvöld þurftu að vera fram á gangi til þess að geta átt sitt lapp og það mistu þessna af bara heilmiklu af keppninni sko. En ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra. Heildarstig keppninnar í kvöld voru 2445 og það er bara mjög fínt. Sýnir að dómarar eru klárir. Dæmi ekki of hátt og ekki of lágt. Refsistig voru 0. Refsistig í rauninni verða til ef að ræðumaður talar yfir 4 mínútur eða undir 3 mínútur og það var engin slík ræða í kvöld. Stigamunurinn á liðunum voru 127 stig. Og shit, ég skeita á að skrifa niður stiginn sem ræðumaður kvöldsins þegar ég tek það á mig. En ræðumaður kvöldsins í keppninni í kvöld voru Aron og Erlen saman. Ástæðan fyrir að þau eru tvö saman er ekki að þau voru bæði með bæði stigahæst heldur af því að þau skiptu í seinni umferð og stigin haldast við stöðuna þeirra en ekki við einstaklingin. En eins og ég sagði áðan, heildastig keppnarinnar voru 2445. Stigamunurinn var 127 stig. Dómarar voru sammála og sigurliðið er Kvennó.
Sopner, þú að sjá það? Þar höfum við það, hvem vann?